Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að hitta káta krakka, Margréti Láru og Úlfar. En þau eru sko orðnar sjónvarpsstjörnur. Velkomin. Mátti ég kynna ykkur svona? Já, þetta er mjög flott. Já, var þetta flott hjá mér? Já. Af því þið hafið áður komið í sjónvarpið. Já. Mér finnst þetta mjög svona... Kósí. Hvað finnst þér? Bara mjög venjulegt. Já, þið voru svolítið hissa að koma í stúdíóð og sjá hérna Mér finnst mjög leiðilegt að horfa svona þætti. Já, er það? Ætlarðu ekki að horfa á þennan þátt? Jú, kannski. Kannski að því að þú ert í honum. Þá kannski verður hann skemmtilegur. Getur það verið? Já, við sjáum til. Við skulum reyna að gera hann skemmtilegan. Krakkar, nú er að koma jól. Hérna, eru þið eitthvað að spá í það? Hugsa um jólin? Já. Já. Eru þið eitthvað spennt? Já, mjög. Hvað er það svona sem ykkur finnst mest spennandi við jólin? Snjóðinn. Snjórinn? Já, hann er nú eiginlega bráðna hérna á Akureyri. Ég veit, það er mjög leiðilegt. Það er mjög leiðilegt, já. Haldið að koma aftur snjór fyrir jól? Það eru nokkri dagar. Það er heil vika. Nei, það er ekki heil vika. Þessi þáttur eru á föstudegi. Það eru nokkri dagar. Já. En eru þið eitthvað að fá í skóinn frá jólasveinunum? Já. Já. Þú líka? Já. Fáið þið kartöflur? Nei. Akkur ekki? Ég fekk 3 pakka perlum í skóinn. Ég fekk í gær, þá fekk ég svona sokka. Já. Og það í einu sokkinum, þá var svo marga karamellu. Nei. Jú. Skrítið að setja karamelur í sokk. Það var á leikritinu. Hvað leikrit? Línu Langsokk. Já. Voru karamelur þar líka? Já. Já, í sokki. Já. En ég vildi ekki fá nammi. Nei, eru þið búin að sjá Línu Langsokk? Já. Í Freyvandsleikhúsinu? Já. En hérna, eru þið eitthvað sérstaklega stillt jólin eða? Ég er mjög stillt. Ég líka. Já. Af hverju? Út að maður á bara... Vera stilltur? Já. Af því að gerist eitthvað annars? Nei, en maður á samt að vera stilltur í öllum matarboðum og þannig. Já, og eru það að fara í mörg matarboð, haldið þið? Já, ég. Já. Ég? Þú líka? Finnst ykkur erfitt að vera stillt í matarboðum eða? Nei. Nei? Og einhver tíman, einhver tíman, þá fæ ég möndlugraut. Hann sem fær möndluna í gaupnum, hann fær pakka. Í alvöru? Hefur þú einhvern tíma fengið möndluna? Já. Er það? Já, tjóðsað. Í fyrsta skipti sem ég smakkaði möndlugraut, þá fekk Torfhildur. Fekk Torfhildur möndluna? Já. Varst þú spæld? Nei. Nei? Þú bara samglæddist henni? Já. Hefur þú aldrei fengið möndluna? Nei, þetta var í fyrsta skipti sem ég prófaði þennan leik. En finnst ykkur ekki möndlugrautur svolítið góður? Jú. Já. Hann er náttúrulega bara eins og grjónagrautur, er það ekki? Já. Með möndlu í? Já. Mamma kláraði fyrst grautinn. Já, var hún svolítið spennt að athuga hvort hún væri með möndlu? Nei, en Torfhildur fór í fílu út af því að hún átti ekki að eiga þetta spil ein. Voru spil í verðlaun? Og hún vildi eiga það ein? Já, oft er þessar gjafir svona sameign, sko. Já, ég skil. Þetta er bara skemmtilegu leikur og það er skemmtilegt að vinna. Þó maður eiga það ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta er hárrétt athugað hjá þér, Margrét. En þú hefur unnið tvisvar möndlugrautinn. Já. Og manstu hvað þú fyrst í verðlaun? Spil og spil. Spil og spil. Það er ekkert flóknara. Það er nú gott að þetta sé ekki alltaf konfettkassi. Þá fær maður kannski bara ógeð á konfetti. Finnst þið ykkur konfett gott? Já. Aha. Sumt konfett. Já. Eru einhverjir mólar sem eru vondir? Já. Mér slakkar sér ekki vera góðið. Nei. En þér, Margrét, finnst þér einhver móli vondur? Já, en bara ég er ekki mikið í þessu konfetti. Þú ert ekkert mikið í namminu, eða hvað? Nei. Ertu svolítið hollustu manneskja? Sko... Borðarðu nammi? Ég borða ekkert mikið af namminu, Nei. það er dálítið skrítið heima hjá mér. Nú? Út af hjá pappa fæ ég 2 sinnum í viku nammi.
En það eru engin nammidagar hjá mömmu út að ég fæ það svo sjaldan. Ég skil. Þetta alls konar hjá okkur. Ég dóð svona grænmetisækja. Ert þú orðin grænmetisæta? Hættur það bara kjöt? Eða hvað? Nei, ég borða líka svona kjöt. Já, svona stundum bara. Já. En mikið grænmeti? Já. Fáið þið jólasteik? Já. Já? Ég borða ekki mikið af jólamat. Nei. Stundum bara. Eins og hangikjöt. Finnst þér það ekki gott? Nei. Og ekki flatbrauð. Ekki flatbrauð heldur? Nei. En er eitthvað svona eitt sem við viljum segja að lokum svona við fólki sem að horfa á sjónvarpið að hafa í huga jólin? Er eitthvað svona ráð frá ykkur? Dettur ykkur eitthvað í hug? Nei. Veistu hvað mér finnst jólin snúast um? Nei, segðu mér það. Bara að vera með fjölskyldu og skemmta sér. Já, maður fær svona jólafrí. Fá smá jólafrí, vera með fjölskyldunni og skemmta sér. Þetta eru bara frábær loka orð af því að nú þessu viðtali lokið. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn, Úlfar og Margrét Lára. Það var æðislegt að fá ykkur. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Við þökkum þessum flottu krökkum kærlega fyrir komuna og við óskum ykkur gleðilegra jóla, kæru áhorfendur, og ætlum að enda þetta á fallegu jólalagi með KK og Ellen. Takk fyrir okkur. Ég lagstir á lofti sólin og loksins koma jólin. Við fögnum í fríð og ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Það gleðst öllu krakka kórinn, við kemur jólasnjórinn og æskan fær aldrei nóg. Meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Það barnanna besta stund þegar byrjar að snjóa á grund. Út á flötunni fæðist hratt, feikna snjókall með nef og með hatt. Svo leggist öll börn í bólinn og bráðum koma jólin. Við fagna í fríð og ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Besta stund þegar byrjar að snjóa á grund. Út á flötunni fæðist hratt, feikna snjókall með nef og með hatt. Svo leggist öll börn í bólinn, bráðum koma jólin. Við fagna í fríð og ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Við fagna í fríð og ró, meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó. Gleðileg jól.